Fyrst og fremst bara velkomin til Njarðvíkur og hvernig svona tilfinningin að vera orðin Njarðvíkingur? Takk fyrir það. Þannig hún bara mjög góð. Nýmættur hérna, búinn að skrifa undir, þannig að bara mjög spennt fyrir þessu. Hvernig gekk svona Davíð að selja þetta verkefni? Herðu, það gekk bara mjög vel sko. Þetta má segja að þurfti eiginlega bara eitt sýntal. Þannig að hann var ekki lengi að selja mér þetta, alls ekki. Og hver svona markmiðin eru væntanlega það að þið ætla að vera að berast við toppinn? Já, bara, þú veist, allir að róa í sömu átt og hérna, ég held að Davíð hefur alveg, það sé alveg skýr með það að hann vilji fara langt með þetta lið og ef við gerum þetta allir saman þá held ég að við séum engu vandræðum með að fara upp. Þú er spenntur fyrir verkefninu að koma til Njarðvíkur? Bara algjörlega, bara frábært skref og hérna, eins og ég segi, Davíð að koma inn í þetta, þannig að spenntur fyrir honum og hérna, öllu sem hann stendur fyrir, þannig að gríðarlega spenntur. Þekki nokkra stráka hérna, þannig að mjög spenntur. Svona, Njarðvíkur búið að setja svolítið í þetta núna fyrir komandi tímabil, fyrst og kannski að eitthvað leiti svona eitthvað pressa svona aukalega að Njarðvíkingar eigi að gera vel sumar? Nei, ekkert endilega pressa, ég meina, jú, búin að fá mjög góða leikmenn og stóra prófíla en þú veist, við erum svo sem ekkert að hugsa gótt í það, við erum bara að gera okkar og gera allt það sem Davíð er að leggja undir, þannig að finnum fyrir engri pressu. Ertu búin að taka fyrstu aðeinguna með nýju liðsfélögunum? Nei, ég er ekki svona að hitta það, þannig að það sé ekki bara næsta skrefið. Og svona bara, fyrir komandi fyrir sumarið, hver svona þín markmið fyrir sumarið? Bara gera betur en í fyrra og þú veist, koma mér inn í þessu fyrst, þannig að já, það er bara svolítið þannig. Takk fyrir. Takk.